Góðan og blessaðan daginn, kæru félagar. Ég býð ykkur velkomin til starfa á þinginu. Vona að fólk hafi átt ánægjulegt kvöld í gær og ég er þess fullviss að við eigum eftir að eiga enn ánægjulegra kvöld í kvöld eftir ánægjuleg þingstörf. En við ætlum að byrja daginn af krafti og bjóða Heiðu Björgu Hilmisdóttur, verðandi formann sambandsins, að halda sína ræðu. Gjörðu svo vel, Heiða. Kæra þakkir, kæra sveitarstjórnarfólk og fundarstjórar og þið öll sem eru að fylgjast með í streymi. Ég sé að það var nú eitthvað að fækka aðeins í salnum með að við í gær. Ég þekki það vel, ég er alin upp á Akureyri, ég veit að það er gaman að djamma hérna og mæla með því. En ég veit líka að við eigum eftir að taka virkan og öflugan þátt hér í þessum degi og þessu þingi. Það er mér mikilli gleði og eftirvæntingu og smá stressi sem að ég stend hérna fyrir framan ykkur í dag. Ég er auðvitað mjög upp með mér og auðmjúk yfir því hlutverki sem að þið hafið falið mér að vera í forystu fyrir sambandið. Þetta eru auðvitað magnaði tímar og ég eiginlega get ekki beðið eftir því að fá að taka til hendinni og fara að vinna fyrir okkur öll og ég veit samt að það er á morgun þannig ég hlýt að lifa það. Það eru auðvitað óvissu tímar í heiminum núna, ekki bara hjá okkur, heldur líka bara í heiminum. Það eru auðvitað eins og því þekkið, COVID og allt það sem að því fylgdi. Það er stríð í Evrópu og það er hörmungar sem að því fylgja. Afleiðingar hamfarahlýnunar, ég meina við sáum hérna á Eyrinni meira sem síðustu helgi allt á floti og fauk fyrir austan og þetta er komið svona nær okkur allt saman og meira sem þessi hryðjuverkaógn sem að er allstaðar í heiminum. Einhvern veginn hefur færst nær okkur líka og þetta eru svolítið svona ókveikjandi tímar að mörgu leyti og sannarlega líka hérna á Íslandi og við fórum auðvitað vel yfir það í gær að já, við sveitarstjórnarfólk, við stöndum frammi fyrir bara gríðarlega miklu og flóknu verkefni. Við erum að reka sveitarfélög og sveitarfélög eru auðvitað ekki eins og einhver fyrirtæki sem að geta dregið bara saman rekstur og sagt upp fólki þegar tekjurnar minnka. Við hreinlega megum það ekki, við erum með lögbundnar skyldur og við auðvitað erum með þjónustu við einstaklinga og fólk í okkar höndum. Við höfum auðvitað varað við þessari stöðu, þetta væri aðvofandi. En núna erum við einhvern veginn stödd þar að tekjurnar okkar duga ekki fyrir okkar lögbundnu verkefnum í það minnsta og á sama tíma þá kalla íbúarnir eftir meiri þjónustu. Við finnum auðvitað líka eftir COVID að það er meiri einmanaleiki, það er meiri kvíði meðal barna, það eru ögrandi verkefni eins og mikið af nýjum íbúum sem að flytja til landsins sem að þurfa mikla alúð, gagnkvæma aðlögun, við þurfum að vanda okkur og standa okkur vel. Og ég þarf auðvitað ekki að nefna vanfjármögnun í málaflokki fatlaðs fólks eða hjúkrunarheimilin eða málefni barna með fjölþættan vanda. Ég veit að þetta þekkið þau öll og við erum að verja þarna milljörðum umfram þær tekjur sem við höfum af því að þessi mál skipta okkur máli, fólkið okkar skiptir okkur mestu máli. Og fyrir fólkið er þetta auðvitað fyrst og fremst grafalvarleg staða og við finnum til ábyrgðar þarna. Og auðvitað er ekkert nóg að slaka á kröfum skuldsetningu og leyfa okkur að skuldsetja okkur meira því að sveitarfélögin á Íslandi eru nú þegar mjög skuldsett og það hamlar síðan því að við getum fjárfest sem að síðan hamlar því að við getum veitt þessa góðu þjónustu og þessu búsetufrelsi sem að innviðaráðherra talaði í gær sem við erum auðvitað öll fylgjandi og viljum sjá. Við ræddum mikið þessa skýrslu í gær sem kom frá Tekjustofnanefnd. Og mér langar að bara ítreka það hér að sú vinna er ekki búin. Þetta eru drög að skýrslu og mikilvæg drög. Auðvitað hefðum við viljað sjá meiri tillögur og fleiri tillögur þarna inni, en okkar tillögur eru í kafla 8. Og mér finnst mikilvægt fyrir okkur sem að munum setjast í stjórnsambandsins að fá svolítið frá ykkur hvaða matselar af þeim, eða hvaða réttir af þeim matseli sem þau kynntu þar í gær eins og Ásta nefndi það, ef ég man rétt, hugnast ykkur best. Mér finnst að við eigum að gefa okkur tíma til 12. október til fjármálaráðstefnunnar til þess að setjast vel yfir þetta með
ríkinu og finna lausnir. Og ég full bjartsýni þar að við náum því. Ég held að það fari enginn í svona mikla vinnu án þess að ætla sér að finna niðurstöðu. Það auðvitað ljóst að við þurfum að gefa upp á nýtt og það bara eitt helsta verkefni þessa kjörtímabils. Og það mikilvægt að samstarf ríkis og sveitarfélaga sé traust og að við séum með skýrar leikreglur. Og ég held að við þurfum aðeins að bakka, ná betra samtali og við erum öll sammála það að þessi endalausa umræða hvað á ábyrgð hvers og hver á að borga hvað ekki uppbyggileg og hún hamlar framförum og við þurfum nauðsynlega á þeim að halda núna. Þannig að við þurfum að koma okkur saman það hvernig við ætlum að standa sameiginlega þessari mikilvægu þjónustu sem við í sameiningu berum ábyrgð á. Og það auðvitað það sem við viljum að tryggja að okkar samfélagssáttmálum og samfélagið okkar sé fyrir alla að það sé sannarlega þannig. En undanfarið þá hef ég talað við ykkur mörg og þetta var eiginlega það sem að þið flest nefnduð og þessar áhyggjur og þannig að það kemur náttúrulega engum á óvart að þetta sé það sem við ræddum á fyrsta degi þingsins. En það voru líka 3 önnur atriði sem ég langar að nefna hérna sem að mér fannst standa upp úr í þeim samtölum sem ég átti við ykkur og takk fyrir þau. Ótrúlega skemmtilegt og klárt fólk sem að starfar í sveitarstjórnum á Íslandi. Ég vissi það svo sem en ég haldi bara áfram að hringja ykkur. Það fyrsta sem ég fann fyrir, það var að mér finnst kalla mjög mikið eftir auknu samtali og samstarfi og samráði og rými þannig að við getum gefið okkur tíma til þess að tala meira saman. Við getum leitað til hvers annars og við finnum að við séum öll í sama liði. Og það kallað eftir markvissara samstarfi sambandsins og landshlutasamtakanna og við karlar höfum þegar sest niður framkvæmdastjóri sambandsins og velt fyrir okkur hvernig við getum gert það og tökum fagnandi öllum hugmyndum þar. Við erum öll að vinna því sama, stór og lítil sveitarfélög, við þurfum sterkt höfuðborgarsvæði, við þurfum sterka landsbyggð. Mér finnst mikilvægt að við séum öll einhvern veginn saman í þessu og ég upplýsti ykkur það, ég hringdi í oddvita Tjörneshrepps og spurði hvort þær vildi ekki koma aftur, þá værum við öll í sambandinu, mér finnst það kostur. Ég veit svo sem ekkert hvernig þið takið það en það allavega, það væri styrkur í því. Við þurfum bara að græða þessi sár og safna kröftum af því það framundan strembinn tími og samstiga sveitarfélög eru þar algjört lykilatriði að við náum árangri. Atriði númer 2 var einmitt svolítið ákall frá ykkur framtíðarsýn sem gengur upp. Svolítið þreyta á því að við erum alltaf að mála upp einhverja framtíðarsýn og setja fram einhver loforð, hvort sem að það eru við eða Alþingi eða hver það sem að síðan gangi ekki upp. Og það ekki alveg skýrt hvert við stefnum af því að jafnvel þó við setjum okkur auðvitað frábæra og skemmtilega stefnu hér í dag sem við verðum að gera og eigum að gera því við þurfum skýra leiðbeiningar hvert við ætlum að halda og hvert við viljum fara. Þá kemur ríkið oft með aðra kröfur, meiri kröfur og síðan fylgir ekki alveg hljóð og mynd og hvað verður síðan, hvað vegurinn hins gerlega stundum svolítið óskýrt. En við erum öll sammála það þurfum við að styrkja sveitarstjórnarstigið og auka skilvirknina þar sem það hægt og þar eru margar leiðir og hér hafum við oft rætt fjölgun verkefna eða sameiningar sveitarfélaga og það eru sannlega skiptar skoðanir bæði hvoru tveggja og sums staðar sameining mikilvæg til þess að ná árangri, annars staðar kannski ekki. En ég vil segja það bara skýrt hér að mín skoðun svo að þessi fullreynt að sambandi taki afstöðu í því. Ég mun ekki beita mig fyrir því að það verði sett lög á lágmarks íbúafjölda sveitarfélaga og mér finnst að við eigum að vera hér vettvangur umræðna og samstöðu og síðan verðum við auðvitað að styðja við alla umræðu hvernig við getum gert betur og styðja við þau sveitarfélög sem að vilja feta þá leið. Hvað ríkið gerir síðan auðvitað þeirra afstaða. En við erum öll hér af því að við viljum bæta samfélagið og hugsið ykkur, það voru kjörnir 470 sveitarstjórnarmenn núna í vor sem allir vilja bæta samfélagið. Og ég alveg sannfærð það, þessi 63 sem voru kosnir í vetur á þing, þeir vilja líka bæta samfélagið. Og við erum oft ósamlega með leiðir, við sjáum þetta út frá mismunandi sjónarhornum, en ég held í stóru málunum þá sé framtíðarsýnin ekki svo ólík. Og ég get nefnt til dæmis markmið byggðaáætlunar að jafna aðgengi að þjónustu, jafna tækifæri til vinnu,
stuðla sjálfbærri þróun byggða allt land. Það er engin ósammála þessu. Markmið farsældarlaganna að bæta líf barna eða menntastefnu, að styrkja menntun barnanna okkar, aldursvænt samfélag, loftslagsmarkmiðin sem við verðum að ná, orkuskipti, aukin tæknivæðing, húsnæðisuppbyggingin, baráttu gegn fátækt. Allt þetta eru verkefni sem við erum sammála og verðum öll að vinna að í sameiningu. Og þarna gerist ekkert nema við séum öflug saman og ég hef mikla trú á okkur sem erum í stjórnmálum á þessum tímum að við komum okkur saman hlutina. Mér finnst það hreinlega líka bara okkar skylda að við komum okkur saman hlutina og vitum hvert við ætlum að fara. Því ef við vitum hvert við ætlum að fara og vitum hvernig við ætlum að fara þangað, þá komumst við þangað. Ég er alveg sannfærð það, ég veit það. Og þetta er svolítið ákall fyrir ykkur og þetta er eitthvað sem við munum þurfa að ná núna á þessu kjörtímabili. En ég veit að það verður gert mjög mikið grín að mér ef ég held hérna langa og leiðilega ræðu því að í stjórn sambandsins þá hef ég mjög oft sagt að þessi þing séu stundum svo leiðileg og það séu svo langar ræður og það þurfa að vera meira stuð og meira fjör. Þannig að ég ætla nú að reyna að tala ekki lengi en ég verð að nefna síðasta atriði sem að þið mörg nefnduð og það er kjör okkar sveitarstjórnarfólks og aðbúnaður okkar í starfi. Og þetta er eitthvað sem hefur legið á okkur og þetta fyrir 4 árum þá stóð ég hér og kynnti hvernig við konur í stjórnum, ekki bara sveitarstjórnum en þetta líka sveitarstjórnum, sáum okkar starfsumhverfi mörgu leyti og hvað þurfti að bæta. Síðan þá hefur verið gerð könnun af þessu sem ég fagna mjög að sveitarstjórnarráðuneytið hafi látið gera og hún sýnir okkur bara svart og hvítu að það sem við vorum að segja er satt. Og ekki það að neinn hafi efast það, en það er oft gott að hafa kannanir og rannsóknir til þess að vísa í. Og þetta neikvæða umtal, áreiti og ofbeldi sem fylgir því að vera kjörinn fulltrúi eru þetta gríðarlegt álag fyrir utan svo álagið af verkefnunum og öllu því sem því fylgir. Og við erum með frekar lág laun, þó oft sé nú talað há laun sveitarstjóra, þá eru sveitarstjórnarfulltrúar almennt mjög lág laun og sveitarstjóra kannski, já, ég ætla nú ekki að fara kannski að blanda mér inn í þá umræðu, en það er lítill stuðningur oft við sveitarstjórnarfólk. Það er lítill aðbúnaður, margir töluðu við mig það að ef þið væri jafn stóru fyrirtæki og íbúar sveitarfélagana þá væri komin með tölvu og hærri laun og alls konar og þetta skiptir máli en það er líka það að það sé ekki samþykkt einhvern veginn í samfélaginu að þessir ef við leggjum saman rúmlega 500 einstaklingar sem að gefa kost á sér til þess að vinna saman að því að bæta samfélagið, þeir séu einhvern veginn, þeir séu opnir fyrir einhvers konar aftöku á samfélagsmiðlum eða árásum í blöðum eða auðvitað á að gagnrýna okkur, þá gera miklar kröfur til okkar, við að standa okkur vel, en það að það sé ráðist að fólki með jafnvel ofbeldi og fólk þurfa að fara að óttast líf sitt eða öryggi barna og fjölskyldu er auðvitað algjörlega óásættanlegt. Og ég veit að Guðlaug Eyglóadóttir mun tala þetta meira hér á eftir og hún er formaður verkefnisstjórnar starfsaðstæður kjörinna fulltrúar sem ég fagna mjög að hafa verið skipaður. Og við viljum gjarnan fá þar fram og ég veit að hún mun kalla eftir því að fá fram þar ykkar sjónarmið áður en að við ljúkum þessari vinnu. Hvað er það sem er mikilvægast fyrir okkur? Því þetta er ekkert eðlilegt ástand sem við erum stödd í. Og þetta er örugglega hluti ástæðunni fyrir því, eins og Karl kom inn á í gær, að það er þessi mikla endurnýjun á sveitarstjórnarstiginu, nærri 60%, milli 50 og 60% á hverju kjörtímabil eftir kjörtímabil. Og auðvitað fögnum við alltaf nýju fólki, en það er líka fylgir reynslunni, fylgir þekking og hún er mikilvæg líka. En já, þó ég sé að tala svona mikið um áskoranir og það sem við er framundan, þá eru auðvitað ótrúlega spennandi tímar og ég upplifa að við séum að pínu svona tímamótum, við séum stödd á tímamótum og ef við fetum rétta leið saman, þá geti framtíðin sannarlega verið björt. Og þetta er eiginlega uppáhaldsdagurinn minn, þetta er 3. þingi sem ég fæ að taka þátt í og þetta er eiginlega uppáhaldsdagurinn minn, þessi dagur hér í dag, þar sem við fáum að sitjast niður og tala öll. Ég veit að það hentar ekkert öllum hér að sitja bara og hlusta, það er við viljum öll tala og við höfum öll mikið að segja og ég veit að við skiptum okkur í hópa þannig og förum og ræðum mest þar sem við höfum kannski mestan áhuga á. Ég ætla að leyfa mér, þar sem ég mæli alls ekki með, að fara á milli og heyra aðeins og hlusta hvað fólk er að segja. Afrakstur þessa þings verður stefnan sem við vinnum eftir í 4 ár. Og það er stefna sem við sem verðum kosin á morgun til þess að vera í stjórninni munum vinna eftir og síðan uppfræði ykkur jafnóðum hvernig okkur gengur.
horfum fram á veginn og við erum svolítið brött og leitum lausna. Við megum ekki festast í því þó að það séu svart sumt núna og það séu nokkur úrlausnarefni ennþá ókláruð. Af því að kraftmikið sveitarstjórnarfólk er lykillinn að framtíðinni. Eins og við segjum hér, grunnur að góðri framtíð verða í sveitarfélögunum og sveitarfélögin eru bara hreinlega gríðarlega mikilvæg fyrir framtíð Íslands. Þannig að gangi okkur vel í dag, hlakka til að vinna með okkur og til þáttökunnar í þessu málefnahópum öllum sem að skipta okkur svo ótrúlega miklu máli. Takk. Takk fyrir Heiða, góða tölu. Ég ætla að vera sammálinni, það er gott að endurnýja en ég var talin að vera mjög klikkaður að fara í pólitík. Reið á vaðið og af öllu undarlegu, þeir eru örugglega mörg búin að lenda í því sama, að það er að fá hringingu á föstudagskvöldi svona klukkan 10 og þá að laga ljósastöðurinn hérna niður á Eyri. Og þetta er ekki einu sinni brandari, ég er búin að fá þessa hringingu einu sinni. Þannig að það er allskið símtöl, en ég samt svara öllu. Þau eru búin að vera hátt í 50-60 símtöl og maður heldur bara alltaf á rósinni og gerir sitt besta. Það er eina sem maður getur gert í þessu. Herðu, en til að halda áfram með þessa umræðu, þá kemur Guðveig Eyglóadóttir og fer yfir starfsaðstæður kjörinna fulltrúa og gefur mér gott klapp. Já, er það ekki? Og fjárstýringuna? Svona. Svona. Er kerfisfræðingur hérna? Nei. Maður ekki svo vel. Er það svo bara þessi hérna? Já, góðan daginn, gott fólk. Guðveig Lind Eyglóadóttir heiti ég og formaður verkefnastjórnar sem hefur verið nefnt hérna fyrir bættar starfsaðstæður kjörinna fulltrúa og ég ætla hérna einmitt í dag að kynna drög á þessari skýrslu sem verkefnahópurinn hefur unnið að síðan í nóvember 2021 og það hefur orðið svona smá upptaktur á þessari kynningu hjá formannunum sem ég var einmitt með mér í þessum hópi. En það dylst fáum það að álag á kjörna fulltrúa í sveitarstjórnum hefur farið vaxandi á síðustu árum og þessir þróun hefur meðal annars verið rakin til þess að aukin ábyrgð hefur verið lögð á sveitarfélögin á opinberri þjónustu og eftirliti af ýmsu tagi ásamt auknum kröfum íbúa til starfseminnar og því hefur ef til vill ekki verið fylgt eftir með nauðsynlegri endurskipulagningu innan sveitarfélagastigsins síðustu áratugi. Nú flóknari verkefni og aukin ábyrgð sveitarfélaga á þjónustu hins opinbera kemur ekki hvað síst niður á kjörnum fulltrúum í fámennum og meðalfámennum sveitarfélögum og kjörnir fulltrúar í þessum sveitarfélögum hafa til að mynda frekari tilhneigingu til þess en aðrir kjörnir fulltrúar að ganga inn í störf starfsmanna bæði vegna fæðar starfsmanna og skorts á sérhæfingu. En við skulum byrja þetta hérna og jú, hvers vegna erum við að brasa í þessu og það er ljóst að það hefur átt sér mikil endurnýjun eins og hefur komið fram hér síðustu ár og það má segja að það hafi verið þróunin og þá eru konur samkvæmt tölfræðinni líklegri til að gefa ekki kost á sér aftur. En hlutverk þessa verkefnahóps lýtur að 8. aðgerð gildandi stefnumótunarinnar í málefnum sveitarfélaga sem felst í því að greina ástæður brottfalls og sérstaklega greina orsakir mikillar endurnýjunar í ljósi þess að stór hópur kjörinna fulltrúa gefur ekki kost á sér aftur eftir að hafa setið hans eitt kjörtímabil. En auk þess verkefnahópnum falið að koma með tillögur til að bæta starfsaðstöður og
Og náttúrulega höfuðmarkmiðið er það að það sé eftirsóknarvert að gefa kost á sér í sveitarstjórnarstarfið. Hér sjáum við, hér má líta þann góða hóp sem skipaði verkefnastjórnina ásamt öflugu tríói kvenna, Önnu Gunnhildi, Önnu Guðrúnu og Evu Marín. Ég ætla svo sem ekki því ég hef knappan tíma, ég ætla ekki að fara að þylja þetta allt upp fyrir ykkur, en þið sjá að þetta er alveg eðal hópur sem hefur unnið þarna saman. Ég ætla aðeins að fara yfir skipulag vinnunnar, en það er í rauninu óhætt að segja að sú könnun sem Heiða Björg var að vísa hér í áðan og kannanir hafa lagt svona grunninn að okkar vinnu og könnun Evu Marínar viðhorf kjörinna fulltrúa. Kjarni spurningar í könnun er byggður á spurningarlista Local Council in Europe og því til viðbótar var litið til íslenska aðstæðna og bættu spurningum. Og sú könnun var lögð fyrir tæplega 500 kjörna fulltrúa í lok árs 2020 og það kannast væntanlega einhverjir hér inni við það að hafa tekið þátt í og svarað þessari könnun, en loka skýrslan lá fyrir í febrúar á þessu ári. Svo var það önnur könnun sem var unnin af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands misbeitingu valds í menningu íslenskra sveitarstjórna og það eru rauninni þessar tvær rannsóknir eða kannanir sem við höfum sem eru náttúrulega gríðarlega mikilvægt gagn að hafa svona brakandi ferskar rannsóknir inn í þessa vinnu okkar. Og auk þess fengum við gestafyrirlesara á fundi okkar og áttum í rauninni mjög góð gögn til þess að vinna með. Við skiptum í rauninni greiningunni að tillögunni í 3 þætti og það er þessi þættir sem að fjalla sem við sjáum hér, beitt stuðningur og fræðsla, upplýsingamiðlun, íbúalýðræði og uppbyggileg samskipti, álag, vinnufyrirkomulag og kjör. Og ég ætla að fara yfir þessi þætti hér í þessari röð ásamt þeim tillögum sem verkefnahópurinn leggur til. En skýrslan er að sjálfsögðu eitthvað 25 blaðsíður og ég er að reyna að stikla á þessu stóra og sjóða þetta saman með einhverjum hætti. En eins og einhverjir hafa kannski séð að þá er skýrslan komin inn í samráðsgátt, þannig ég hvet ykkur til þess að lesa hana vel og vandlega. Verkefnastjórnin hafði í rauninni ekki tök á að kynna sem formlegri greiningu vinnuaðstæður, en það er eins og Heiða minntist á áðan að þá hefur það svona verið með út frá reynslu og upplýsingum og það er ljóst að starfsaðstæður eru mjög misjafnar og á mörgum stöðum er hreinlega ekki gert ráð fyrir aðstöðu fyrir kjörna fulltrúa til að vinna eða taka á móti íbúum. Það sem liggur þó fyrir varðandi upplýsingaþáttinn er að í könnun Evu Marínar kemur fram að 1/3 fulltrúa hafa einhvern tímann verið neitað upplýsingar, sem er í rauninni mjög umhugsunarvert þar sem að vönduð ákvarðanataka á sveitarstjórnarstiginu byggir að sjálfsögðu á greiðum aðgangi kjörinna fulltrúa að nauðsynlegum upplýsingum. Og þá er mjög athyglisvert að sjá að meirihluti kjörinna fulltrúa á að baki háskólanám eða yfir 70%. Og flestir þeirra hafa búið að einhverju reynslu að starfa fyrir sveitarstjórnir eða með sveitarstjórnum áður en þeir tóku til starfa í hlutverki kjörins fulltrúa. Engu að síður taldi hátt í 1/3 sig hafa verið mjög illa undirbúin, mjög illa undirbúin fyrir hlutverkið þegar að því kom að taka þátt í störfum sveitarstjórnar. Og þá er jafnframt með hliðsjón af því athyglisvert að sjá að stór hluti kjörinna fulltrúa sögðust ekki hafa sótt námskeið á vegum sambandsins fyrir nýja sveitarstjórnarfulltrúa. En við sáum eins og Karl sýndi okkur í gær að þessar nýju
nýju stafrænu lausnir sem að sambandið hefur verið að bjóða upp á eru greinilega að og hafa greinilega verið vel tekið í þær og eru að virka. Í ljósi þessara niðurstaðna og kannana leggur verkefnisstjórinn til þessar tillögur til að bæta þá þætti sem eru nefndir og það er náttúrulega bara þetta sem að öllum finnst sjálfsagt í dag, að það sé bara viðunandi búnaður og aðgangur að borði og stólum til að starfa við. Svo leggur verkefnisstjórnin til að innviðaráðuneytið endurskoði 28. grein gildandi sveitarstjórnarlaga aðgang að upplýsingum og í rauninni með öðrum orðum að kjörnum fulltrúum verði tryggður aðgangur að nauðsynlegum stafrænum gagnabönkum sveitarfélagsins og veittar viðeigandi heimildir, en þetta þarf auðvitað að skoða í samhengi við nauðsynlegar skorður á aðgang að tilteknum upplýsingum með hliðsjón af persónuverndarlögum eins og við þekkjum. Hér kemur í rauninni þetta fram sem snýr að sveitarstjórnarskólanum og hann efni til átaks til að auka fræðslu og að innviðaráðuneytið efni til átaks til að auka samskipti og bæta ráðgjöf við kjörna fulltrúa. Hér vantar eina tillögu inn, ég var bara að reyna að sjóða saman niðursjóða textana aðeins, en það auk þess leggur verkefnisstjórnin til að innviðaráðuneytið, Jafnréttisstofa, Samband íslenskra sveitarfélaga og Hagstofa efni til samstarfs áframhaldandi þróun á mælaborðs yfir tölfræði á sviði jafnréttismála í anda Evrópuverkefnisins T42. Þá erum við komin að þeim hluta sem snýr að íbúalýðræði og upplýsingamiðlun, og upplýsingamiðlun og íbúalýðræði er án efa eitt mikilvægasta verkefni íslenska sveitarstjórnarstigsins til framtíðar og til þess fallið að stuðla að áhuga og samhug íbúa gagnvart sameiginlegum verkefnum. Og þá er í rauninni líka ljóst að upplýsingamiðlun getur verið mikilvægur þáttur í því að minnka álag bæði á kjörna fulltrúa og starfsmenn sveitarfélaga sem tengist áreiti og umræðu málefni sveitarfélagsins og ekki síst á samfélagsmiðlum. En sveitarstjórnarfulltrúar og fjölskyldur þeirra, eins og hefur kannski komið fram, upplifa oft álag sem tengist og bara vanlíðan sem tengist umræðu á samfélagsmiðlum sem stundum skrumskjald og erfitt að koma rétt upplýsingum þegar boltinn farinn að rúlla. Og upplýsingamiðlun til íbúa og annarra hagsmunaaðila í rauninni til þess fallin að bæta samskipti og byggja upp traust. Við bara þekkjum það að skortur á upplýsingum oft róta að fordómum og skrumskjaldri umræðum. Maður aðeins þyrstur eftir gærkvöldi. Þá kemur fram í könnunum sem við erum með frá Efimarín að 40% fulltrúa eru mjög sammála því að íbúar ættu að eiga kost á því að koma skoðunum sínum á framfæri og að það væri sérstaklega áður en mikilvægar ákvarðanir eru teknar og það náttúrulega ljóst að það hægt að ganga lengra í þessa átt með öflugri kynningu í aðstoð með nýtingu stafrænna leiða, íbúalýðræði og einkum ekki síst í fámennari sveitarfélögum. Þá erum við komin að þessum áreitnis eða samskiptaþætti, en í könnun Félagsvísindastofnunar kemur fram að nokkur stór hluti kjörinna fulltrúa hafi átt í samskiptavanda á kjörtímabilinu og í flestum tilfellum átti samskiptavandi sér rætur í samskiptavanda við annan kjörinn fulltrúa. Hann á náttúrulega oftast rætur að rekja til
stjórnmálaskoðana ákvörðunina sem kemur í sjálfu sig kannski ekki á óvart. En þetta eru klárlega þættir sem valda vanlíðan, enda hverjum líður svo sem vel sem stendur í samskiptavanda. Það er að minnsta kosti ekki umhverfið sem við sækjumst í, eða jú, reyndar sumir. En það er bara svona svo í stuttumáli, það er ljóst að við sveitarstjórnarfulltrúar að við höfum alveg tækifæri til þess að bæta okkur þegar kemur að samskiptum okkar á milli. Og ég hef alveg sagt það sjálf að ég veit alveg hvenær ég er málefnaleg og hvenær ég er ómálefnaleg þegar kemur að pólitískri umræðu við félaga mína. En þá kemur líka fram að fleiri en færri kjörnir fulltrúar hafa orðið fyrir áreitni í starfi sínu fyrir sveitarfélögin og það sýna það aðra niðurstöðu líka. Og hátt í fjórðungur kjörna fulltrúa hefur orðið fyrir kynferðislegri áreitni og konur oftar en karlar. Og athygli vekur að gerendur eru oftast kjörnir fulltrúar úr öðru sveitarfélagi. Og þá má leiða því líkum að slík áreitni eigi sér stað á samkomum eins og þessari. Gott fólk. Það er eitt orðatiltæki sem að ég tilengaði mér. Móðir mín, hún mjög svona næs kona og ákvað að taka upp í ferðamann sem var með svona 2 göngustafi einhvers staðar Holtavörðuheiði. Og tók hann upp í og hún er ekkert rosalega sleip í ensku en hún sagði "Put your dicks in the backseat". Og svo bara keyrði hún af stað og svo bara "My English is not so good", þegar hún ætlaði náttúrulega að segja sticks. En mér finnst þetta svo gott orðatiltæki þegar einhver er komin í ruglið að segja bara "Put your dicks in the backseat". En þið vitið það má náttúrulega ekkert, það má ekkert lengur. Þannig að þið getið notað þetta í kvöld ef einhver er. En þegar litið til geranda sleppir svona líkindum á milli kynferðislegra og kynbundinna áreiti og ég geri bara ráð fyrir að þið þekki munin á því. Því að slíkt áreiti á frekar heima á samfélagsmiðlum og er ekki rakið til annarra kjörinna fulltrúa heldur almennings. Þannig að myndir ummæli með kynferðislegum eða kynbundnum vísunum hefur birst á samfélagsmiðlum. Og þá hefur þriðjungur kjörinna fulltrúa dregið úr notkun samfélagsmiðla eftir að hafa orðið fyrir áreitni eða einelti eða samskiptavanda. Og þá sýna niðurstöður líka að sveitarstjórnarfólk hefur fundið fyrir svona þverrandi sjálfstrausti og íhugað að hætta í sveitarstjórn sem er náttúrulega alls ekki nógu gott. Og við þekkjum öll það að hafa lent í einhvers konar áreiti á samfélagsmiðlum og það þarf ekki að vera merkilegt. Mér dettur nú bara fyrst í hug í Borgarbyggð þegar við vorum að ræða breyttan opnunartíma á Sundlaug og það var einn íbúi sem skrifaði "Megi öll sveitarstjórn stikna í helvíti". Þannig að það eru svona ljóðræn skilaboð sem eru sent ýmis á fulltrúa og ég veit að það allir með einhverjar reynslusögur af því. En stundum getur maður náttúrulega bara einhvern veginn brosað út í annað og hlegið að þessu en það eru auðvitað ekki alltaf þannig og þetta verður þreytandi til lengdar fyrir fólk og ekki síst fjölskyldur. En þá er að líta á þessi tillögur sem eru lagðar fram í þessum hluta og þá er það fyrst sá þáttur sem lýtur að upplýsingamiðlum og væntingum íbúa með það markmið að auka traust á milli þessara hópa og kannski koma í veg fyrir fabúleringar á samfélagsmiðlum þótt að ég viti að við munum aldrei geta eitt því algjörlega. Önnur tillaga sem er ekki þarna inni en má lesa í skýrslunni er að innviðaráðuneytið meti í tengslu við endurskoðun sveitarstjórnarlaga hvort ástæða sé til að gera ráð fyrir hagsmunaskráningu sveitarstjórna að fyrirmynd sveitarfélaga eins og Reykjavíkurborgar og Akureyrarbæjar og birta á vef sveitarfélaganna. Nú varðandi samskiptin og áreitið,
þá lítur verkefnastjórnin að sjálfsögðu alvarlega á þessa niðurstöðu sem við höfum í þessum nýlegu rannsóknum og telur að það sé brýnt að vera gripið til aðgerða til að bæta samskipti innan sveitarstjórna og milli sveitarstjórna ásamt því að leita leiða til að draga úr áreiti frá almenningi. Það voru vangaveltur upp í verkefnastjórninni að hve miklu leyti stuðningurinn ætti að vera miðlægur og að hve miklu leyti ábyrgðin ætti að liggja bara beint hjá sveitarfélögunum. En við sem dæmi þekkjum að bæjarstjórn Akureyrar fylgdi samskiptasáttmálum úr hlaði með sérstökum verk- og viðbragðsferlum vegna óviðeigandi framkomu, áreitni, vanvirðingar kjörinna fulltrúa og starfsmanna og það er náttúrulega eitthvað sem við getum tekið til fyrirmyndar. Í þessari tillögu, þessum tillögum hérna, leggjum við til að fulltrúar ríkis og sveitarfélaga taki höndum saman á stofnun fagteymis til að vernda kjörna aðal- og varafulltrúa í sveitarstjórnum og verkefnastjórnin mælir rauninni með því að fagteymi þjóni bæði kjörnum fulltrúa í sveitarstjórnum og Alþingi því að eðli og umfang vandans í báðum stjórnsýslustigum er svipað samkvæmt könnun Félagsvísindastofnunar. Og það væri þá jafnvel með þessum hættu auðveldara að halda utan umfang og eðli vandans gagnvart kjörnum fulltrúum til framtíðar. En ég held að þessa niðurstöðu sem við erum að sjá hér úr þessum rannsóknum þá þætti sem lúta að áreitni séu mjög gagnlega fyrir okkur öll og ef ég leyfi mig kannski að sletta aðeins svona ákveðin eye-opener á kannski helstu ástæður fyrir brottfalli kjörinna fulltrúa eftir eitt kjörtímabil. En þá erum við komin á þeim þætti sem að verkefnastjórnin hefur varið miklum tíma í umræður og vangaveltur og það eru álag, vinnufyrirkomulag og kjör. En kjörnir fulltrúar á Íslandi skera sig frá kjörnum fulltrúum á hinum Norðurlöndunum með ýmsum hætti. Hvergi er hlutfall kvenna meðal kjörinna fulltrúa í sveitarstjórnum hærra heldur en á Íslandi og fulltrúar hér eru að jafnaði nokkuð yngri heldur en á hinum Norðurlöndunum eða meðaltalum 10 árum yngri heldur en á hinum Norðurlöndunum, til að mynda í Danmörku. Og niðurstöður sýna að kjörnir fulltrúar á Íslandi eyða 40 klukkustundum á mánuði í störf sín fyrir sveitarstjórnir. Og til samanburðar að þá eru niðurstöðurnar þær að í Danmörku er það 18 klukkustundir og í Noregi 25-30 svo eitthvað sé nefnt. Og það er þá nærtækt að álykta að þessu að það verkefni sveitarstjórna skiptist hér á herðar færri einstaklinga í íslensku sveitarstjórnum og það sé kannski veigamikil ástæða fyrir því að fulltrúar hér verja nokkur lengri tími í störf sín fyrir sveitarstjórnin heldur en fulltrúar kollegar okkar á Norðurlöndunum. En það er kannski ágætt að árétta það líka að hlutverk sveitarstjórna getur verið nokkuð ólík á milli landa og þannig virka sveitarstjórnir í Svíþjóð til að mynda frekar eins og þing á meðan aðrar nefndir fara með afmörkuð verkefni og fjármálastjórn sveitarfélagsins. Og þá er það vinnufyrirkomulagið og þá vekur sérstaklega athygli að álag á kjörna fulltrúa í sveitarstjórnum með íbúabilinu 500-1000 er mikið og það er hægt að þá beina sjónum að því ef til vill hvort að það sé þessi sveitarfélög sem hafa tekið að sér verkefni fyrir önnur sveitarfélög líka og með hliðsjón af því hefur verið leitt að því líkum að styrking sveitarstjórnarstyrksins með sameiningu gæti dregið úr beinu og óbeinu álagi á kjörna fulltrúa. Stjórnsýslan er einfaldlega ekki nægilega sterk víða og það getur haft neikvæð áhrif á ýmsa þætti eins og undirbúning og skipulag funda. Og það getur verið í rauninni þannig að skortur á fólki með færni og þekkingu innan sveitarfélaga
getur leitt til álags á alla, bæði kjörna fulltrúa og aðra. En varðandi aðra vinnuskyldu, þá kemur það heldur ekki á óvart sú niðurstaða í rannsókn Evu-Marínar að fleiri en færri kjörnir fulltrúar hafa einhvern tímann átt í erfiðleikum með að sækja fundi og viðburði í tengslu við starfsvið fyrir sveitarstjórnir vegna annarra vinnu. Og það er þá ekki óeðlilegt að fulltrúar í sveitarstjórni hafi tilhneigingu til að vera frekar í störfum þar sem að þeir geta ráðið tíma sínum sjálfir. Þannig að við erum kannski ekki alltaf að fá svona þverskurðina af samsetningu íbúa samfélagsins inn í sveitarstjórnir. En verkefnastjórnin hefur skoðun þátt sem lýtur að kjörum og borið saman við aðrar Norðurlandaþjóðir. Hinar Norðurlandaþjóðirnar hafa farið með svipað leið og við að frátöldum Dönum, en dönsk lög kveða á að fjármála- og innanríkisráðherra setji miðlægar reglur upphæðir greiðslna fyrir þátttöku á fundum, námskeiðum, ráðstefnum og fleiri störfum. Að sama skapi í Danmörku kjörnum fulltrúum með börn undir 10 ára aldur greiddar sérstakar barnagreiðslur og Svíar fara svipaðar leiðir í rétt á greiðslum vegna kostnaði við barnagæslu. En ég minni á það að aðrar norrænar sveitarstjórnir eru að jafnaði fjölmennari heldur en íslenskar sveitarstjórnir og þá má líka leiða því líkum að meiri munur sé á álagi milli almenna kjörinna fulltrúa og kjörinna fulltrúa í sérstakari ábyrgðarstöðu. Hér á landi í fámennustu sveitarfélögunum algengast að kjörnir fulltrúar fái greitt fyrir hvern fund og voru flestir með 50.000 krónur í mánaðartekjur. Í fjölmennari sveitarfélögum fá kjörnir fulltrúar ýmist greiddar fasta upphæð á mánuði, fasta upphæð og ákveðna greiðslu fyrir hvern fund eða aðeins greitt fyrir fundi. Og greiðslur fara hækkandi með hærri íbúatölu. Þannig að í samanburði við hin Norðurlöndin eru okkar ákvæði nokkuð fátækleg þegar það kemur þó fram hjá okkur að kjörnir fulltrúar eigi rétt á ferða- og dvalarkostnaði. En það virðist fátíðara að það sé greitt fyrir þátttöku og eða vinnutap vegna funda og ráðstefna sem að kjörnir fulltrúar sækja á vegum sinna sveitarfélaga. Og alla jafna virðist heldur ekki vera greitt fyrir viðveru á viðburðum á vegum sveitarfélaga, heimsóknir og fundi með íbúum og það lúmst mikill tími, ómældur tími sem að kjörnir fulltrúar, þeir finna sig líka í rauninni knúna til þess að sækja þessa viðburði og fundi og það náttúrulega bara yfirleitt viðbót við aðalstarf viðkomandi. Og með tilliti til mikils álags kemur heldur ekki óvart að kjörnir fulltrúar í fámennari sveitarfélögum séu líklegri heldur en kjörnir fulltrúar í fjölmennari sveitarfélögum til að þykja kjör sín ófullnægjandi. Og eldri rannsóknir hafa sýnt fram á að kjörnir fulltrúar í fjölmennari sveitarfélögum sem væru sáttir við kjör sín væri líklegri heldur en aðrir til að bjóða sig aftur fram til sveitarstjórnar. En samanburðurinn getur reynst erfiður. Var ég að fara inn á hinna glæruna? Má ég sjá? Já, en þessi samanburður getur reynst erfiður. Til að mynda eyða kjörnir fulltrúar í fjölmennum sveitarfélögum fleiri klukkustundum í að sinna hlutverki sínu en fulltrúar í fámennari. En á hinn bóginn eyða kjörnir fulltrúar í fámennari sveitarfélögum hlutfallslega meiri tíma í að sinna hlutverki sínu ef tekið mið af umsýslu sveitarfélagana. Þessi staðreynd á sérstaklega við kjörna fulltrúa í milli fjölmennum sveitarfélögum með sama hætti vekjum við athygli á því að kjörnir fulltrúar í fámennari sveitarfélögum fá minni stuðning heldur en fulltrúar í fjölmennari sveitarfélögum.
Þannig að það er mjög mikilvægt að horfa til samhengis í þessum samanburði þegar við erum að líta til kjarabóta. Hér er búið að draga saman það helsta sem framkemur í þessum tillögum, en það er sjálfsögðu nánar farið yfir þetta í skýrslunni og ég svona efnislega er ég búin að minnka þetta þarna niður, en það kemur fram það sem við erum að leggja til. Þegar að ræða framsal til ákveðna starfsmanna þarf að gæta þess að viðkomandi mál séu vel afmörkuð í samþykkt og stjórn sveitarfélaga, og þá er vísað til 2 greina gildandi sveitarstjórnarlaga, annars vegar 42. grein laganna heimild til framsals fullnustuafgreiðslu tiltekinna mála til fastanefndar eða ákveðna starfsmanna að gefnum ákveðnum skilyrðum. Og það er kannski sem einhverjir reka augun í, það er þessi tillaga okkar að innviðaráðuneytið skoði við boðaða endurskoðun hvort ástæða sé til að rýmka við með 11. greinar fjölda fulltrúa í sveitarstjórnum. Og það er náttúrulega vísað til þess að íslenskar sveitarstjórnir er ekki aðeins fámennustu sveitarstjórnir í Evrópu, heldur sé fjöldi kjörinna fulltrúa í fámennustu sveitarstjórnum lægri miðað við íbúafjölda en í öðrum norrænum sveitarstjórnum. En það sem ég myndi kannski helst vilja benda á í þessu samhengi og hefur verið aðeins rætt, að með því að fjölga kjörnum fulltrúum í fastanefndum á kostnað, almennra borgara eða fulltrúa sem eru neðar á lista, væri ef til þetta stuðla að vandaðri ákvarðanatöku innan afmarkaðra málefnasviða. Með hliðsjón af því að kjörnir fulltrúar búa yfir betri yfirsýn yfir heildarstarfsemi og fjármál sveitarfélaganna í gegnum þátttöku sína í sveitarstjórn. Og í rauninni snýr þetta kannski líka að bara ábyrgðarskyldu fulltrúa innan fastanefnda. Það er, við þekkjum það mörg að það er oft munur á því að vera í fastanefnd þar sem þú ert með sveitarstjórnarfulltrúum eða kjörnum fulltrúum eða þeim sem koma inn í nefndirnar. Ábyrgðarskyldan er önnur gagnvart málefnunum og yfirsýnin oft önnur. Svona heildarsýn eða málefni sveitarfélaganna. Og þetta er, við höfum allavega í mínu sveitarfélagi lent í því að fastanefndir eru kannski skipaðar bara einum sveitarstjórnarfulltrúa og svo eru allir hinir einstaklingar, bara flott fólk sem er kannski neðar á lista eða aðrir, og það er bara alltaf öðruvísi nálgun á málefnin þegar að hver ábyrgðarskyldan er. Já, þá er það þessi punktur sem verður alltaf dreginn upp sameiningin, en það er ljóst að samkeppnin mannauð fer vaxandi. Og það getur verið þannig að það sé bara hreinlega áskorun fyrir fámennari stjórnsýslueiningar að keppa við bæði einkamarkaðinn og stærri sveitarfélög sem byggja á stærri einingum starfsfólk og spennandi starfsumhverfi. Og ég var að ræða þetta í gær við einn fundagest að það er bara staðreynd að ef þú ert með eitthvað skipulagsfulltrúa, byggingafulltrúa sem er rosalega mikla færni og getu og flottur einstaklingur, það er bara hreinlega, ef við erum bara raunsæð, það eru minni líkur á að þessi einstaklingur, ef honum býðst annars vegar starf í stærri einingu þar sem er fleira fólk, meiri dýnamík og hann hefur kollega með sér heldur en að viðkomandi sæki í sveitarfélagi þar sem hann er mögulega bara einn starfandi og hefur enga til þess að spegla sig í eða vinna með á viðkomandi málaflokki. Og við getum bara spurt okkur sjálf í flestum tilfellum hvað þetta varðar. Og við leggjum til að endurskoðun kjara miði að því að ákvarða hlutfall launa fyrir almenna setu í sveitarstjórn og sérstaklega ábyrgð oddvita, nefndarformanna og annarra leiðtoga innan sveitarstjórnar með sambærilega hætti
og kveðið er á í norskum, sænskum og finnskum sveitarstjórnarlögum. Það er að segja við erum ekki að leggja til að við förum dönsku leiðina sem er lagasetning. Og við leggjum til að endurskoðun á hlutfalli launa taki mið af þeim niðurstöðum og þeim rannsóknum sem hafa verið gerðar hér og við erum bara með brakandi ferskar vinnufyrirkomulag og álag og kjörna fulltrúa. Verkefnahópurinn hefur náttúrulega rætt það mikið með hvað hættutillögur að lúta kjörum, það er að segja krónutölum, væri almenn sáttum. Og eins og við þekkjum eru sveitarfélögin í landinu mjög fjölbreytt að stærð og samsetningu. En verkefnahópurinn er sammála það að það sé nauðsynlegt að endurskilgreina gólfið. Við sjáum það að viðmiðin sem verið að nota í dag að þau eru kannski að það sé nokkuð ljóst að það þurfi að hífa þau upp og gólfið er of lágt í dag. En það er engin lína sú rétta í þessu og sjónarmið eins og sjálfsákvörðunarréttur sveitarfélaga og ólík staða og ábyrgð fulltrúa. Og þetta er í rauninni sá þáttur sem við viljum fá ykkur aðeins til að spegla með okkur hér í dag. Og við erum með nokkra spurningar sem okkur langar til þess að fá okkur til að svara með okkur hérna í Slido sem við viljum taka með okkur inn í áframhaldandi vinnu hópsins. En ég tek það fram að þótt að við séum aðeins að spyrja þetta sérstaka viðfangsefni sem snýr að kjörum, þá viljum við að sjálfsögðu fá feedback á aðra tillögur og endilega noti tækifærið. Þið farið inn á slido.com og er þetta ekki þarna, jú, þetta er þarna komið upp. Og hvað segja tæknimenn þá? Já. Það er bara fyrsta spurning sem er opin strax og ef þið áttið ykkur ekki á því þið þurfum að fara þarna hægri, velja Pols í staðinn fyrir Q&A. Já. Það eru komin hér upp yfir 20 svör, koma hratt. Já. En ég get bara opnað eina spurning í einu. Já. Hérna má ég sjá. Gefið ykkur bara góðan tíma til þess að lesa spurningarnar. Þetta er svona samkvæmisónoti einhverjum. Getum við séð hvað sagður eru margir búin að svara? Það eru komin 43 svör núna. Já, það eru nú fleiri hérna í salnum. 58, þetta rokgengur sko. Þetta eru í allt 5 spurningar sem við dembum á ykkur. Já. Við erum að ná 100 hérna, flott. Já, en við sko bara svo vitið að þá hefur umræðan hjá okkur snúist það á þessi verkefnahópur að leggja fram eitthvað konkrétt bara lista með nýjum viðmiðum eða eigum við að fela sambandinu að endur skilgreina þessi viðmið. 140 svör komin. Nei, þetta er í rauninni bara eins og ég sagði áðan, þetta er bara svona, við erum bara í rauninni svolítið að spegla okkur í ykkur varðandi svona loka vinnu verkefnahópsins. Þannig að Nei, í rauninni ekki. Við erum þetta er bara svona, má segja, svolítið óformleg könnun hjá okkur. Við vildum bara fá svolítið feedback og leyfa kannski fulltrúum hér á þessu þingi aðeins að fá að taka þátt í þessu með okkur áður en við lokum skýrslunni. 165 svör komin, það fer að verða tímabært að fara í næstu spurningu. Já, en mér sýnist samkvæmt þessu að flestir séu hlynntir svona bindandi viðmiðum. Nei, fyrir ekki, ég sé ekki, hún er svo feit bláa línan hann uppi með leiðbeinandi viðmiðum frá sambandi íslenskra sveitarfélaga, já. Einmitt, það er nokkuð ljóst að sambandið er náttúrulega með viðmið í dag og það er, hvað ég segja, ákveðin svona þægindi í því að fá sambandið bara til þess að endur skilgreina þessi viðmið út frá þeim upplýsingum sem nú liggja fyrir. Já, það er komin 173,5
hætt að tikka, er ekki óhætt að fara í Jú, næstu? vel gert. Takk fyrir þetta. Þá er hérna næsta spurning. Já. Það er þessi. Strax Já. fyrir 60 svör. Já, einmitt. Þið eru að verða mjög flink í þessu. Það er kannski ágætt að nota tækifærið og minna á það að við notum síðan Slido í umræðuhópunum á eftir, en þá farið þið inn á annað. Þið veljið hópur og númerið á hópnum sem þið starfið í og vonandi nýtist þetta vel sem tæki í dag. Já, kannski bara í tengslum við þessa spurningu aðeins ég ætla að fara að hafa áhrif á svörin að þá varandi umræðuna kjörin og það hvað þetta er kannski ekki einfalt mál að þá er þetta oft svolítið snúið varandi vinnuálag, vinnuframlag, tímaframlag og það er kannski ekkert eins og hefur komið fram ekkert endilega háð stærð sveitafélagana sko og það getur verið svo aðrir álagsþættir sem að koma þar inn í sem tengjast hreinlega smæðinni. 180 svör, hefur ekki Já, farið næstu? jú, það er bara flott. Þetta er já og nei spurning. Já. Já, við erum í rauninni bara að horfa á til dæmis æðstu embættismenn og þingmenn. En þá tek ég fram að við erum að miða við þingfararkaup líka, prósentuhlutfall af þingfararkaupi. Tikkar þetta ekki hratt inn? Já, við erum komin í 174. Já, mér sýnist þetta að vera svona nokkuð afgerandi niðurstaði þessu. Ég reynda bara forvitin með negin, sko, hvað tillögur eru þar að baki? Það er forvitinlegt líka. 176, hætt að tikka, ég held ég fari næstu. Já. Hér er spurt viðmið greiðslur. Já. Já. Já, ég er sammála þér. Ég óskaði eftir að fá 4 klukkutíma hérna, en það var ekki samþykkt. Já. Já, einmitt. Já, þetta er... Já. Þetta er einmitt eitt af því sem hefur rætt. Það er svo margir vinklar á þessu öllu og það er, þú veist, oft eru einhverjir að koma að undirbúningi funda sem eru alls ekki í nefndum einu sinni. Já, það hefur náttúrulega, er endalaus uppspretta umræðana, það er það að sveitarstjórnir séu sjálfur að ákvarða sín laun og að sjálfsögðu er það þannig að það er ákveðin munur á milli höfuðborgarsvæðisins og landsbyggðarinnar þegar kemur að þessu og ég held að við þyrftum alltaf svona svolítið að aðgreina það. Þetta er mjög afgerandi. Þetta er mjög afgerandi blanda af hvoru tveggja. Síðasta spurning.
upp. Það var þessi hérna. Já. Já. Og gefið ykkur nú góðan tíma til að lesa þetta. Og ég tek það bara fram að þetta er óformlega formlega könnun sem að út af því að eins og ég sagði í kynningunni hjá mér að við erum búin að eyða mjög miklum tíma í þessa umræðu og það eru svo gríðarlega margir vinklar á þetta starf eins og þið flest öll þekkið. En mér langar til þess að nota tækifærið meðan þið eru að svara að þótt að við séum búin að fara yfir þessa rannsóknir í dag sem að sumari kannski ekkert að gefa okkur svona jákvæða niðurstöðu varðandi áreiti og annað, að þá er hrikalega gaman að starfa í sveitarstjórn. Og ég er hér á mínu 3. landsþingi og er að fara inn í 3. kjörtímabilið og auðvitað er þetta stundum svona smá bras en þetta er ofboðslega skemmtilegt starf og maður kynnist mikið af fólki og það er ofboðslega mikið fólki inn í salnum sem ég þykir gríðarlega vænt eftir að hafa kynnst bara í tengslu við sveitarstjórnarstarfið. Þannig að þið nýju kjörtu fulltrúar, þið eigið bara mjög skemmtilega ár í vændum og þetta er ekki kannski eins dramatíst og við erum að draga fram í dag. Þetta er mestmegnis er þetta skemmtilegt og gott samstarf á milli fulltrúa. Þetta er að skila sér nálgast 170. Já, og það eru flestir sem að kjósa með því að innleiða ætti lágmarksgreiðslur til allra óháð stærri sveitarfélaga ásamt uppbótum. Og uppbætur, ég vona að þið hafið sama skilning á því og ég að það eru þessar uppbætur sem eru í rauninni kannski ekki beint bara laun fyrir fund og sveitarstjórnir heldur annars konar uppbætur. Já, starfskostnaður, bara það sem við erum að tala eins og einhverju fulltrúar sem sita hér og eru hér í 3 daga núna er að taka sér frí frá vinnu en fá ekkert greitt fyrir það og eru til að mynda bara að taka af sumarleyfum sínum. Já, við erum að tala að skoða slíka bætur líka. Já, þetta er bara komið. Þá er ég verði eiginlega, mér langar svo að sýna ykkur takk fyrir myndina mína út af því að hún er svona á að vera svo tákgræn. Getur fengið hann á skjáinn. Þessi mynd. Þetta er svona mynd sem á að tákna okkur öll, sambandið, ráðuneytið, sveitarstjórnarfólk og baklandið. Þetta er svona sameiginlegt verkefni sem við hjálpumst öll að við. Er þetta ekki fallegt? Nei, við erum á uppleið. Hún misti eitthvað á leiðinni og hann er að hjálpa henni að sækja það. Herðu, en annars bara þakka ég kærlega fyrir. Ég vil hvetja ykkur til þess að lesa skýrsluna og ég er til viðtals út í horni í kvöld þessi málefni. Takk fyrir. Og við þakkum Guðveigu kærlega fyrir og það er brýnt að taka þessa mikilvægu umræðu. Við höfum núna 10 mínútur þangað til við förum í störf umræðuhópa og ég ætla þá að opna mælendaskrá og bjóða fólki að taka til máls erindi Guðveigar og þessi málefni sem að lúta að starfsaðstæðum og kjörum sveitarstjórnarmanna, ekki önnur mál. Þannig að ég bið fólk eins og í gær að gefa merki og taka sér svo stöðu neðst í tröppunum ef Valur kannski kemur sér þar fyrir þannig að fólk myndi bara einfalda röð.
Þannig að hver vill ríða á vaðið? Orðið er laust. Gjör svo vel. Fleiri endilega gefið merki og takið ykkur svo stöðu á meðan að Alexandra kemur sér fyrir. Svo er ekki bilið, því stillið ykkur þá bara upp hjá vali ef þið viljið taka til máls. Gjör svo vel, Alexandra. Takk, og ég ætla nú ekki að hafa þetta langt heldur núna, en ég vildi hvetja ykkur til þess að bara koma okkur aðeins saman það hvernig okkur finnst í lagi að tala hvert við annað, hvernig okkur finnst í lagi að haga störfum okkar í sveitarfélögunum, gagnvart embættismönnum og slíku fólki. Það hefur til dæmis komið upp að mikill ágreiningur verður milli kjörins fulltrúa og embættismanns eða starfsmanns, og þar er valdajafnvægið mjög ójafnt. Þannig að við þurfum líka að gæta að okkur á þann veginn. Ég veit að þessi skýrsla er kannski meira álagið sem við verðum fyrir, en við þurfum að passa okkur líka að það fari ekki á hinn veginn. Það er til dæmis voðalega fátt sem hægt er að gera ef að kjörinn fulltrúi neitar að taka þátt í sáttaferli eða fundum eitthvað ákveðið mál. Við erum með besta starfsöryggi í veröldinni, þannig, og við þurfum aðeins að passa okkur með þetta líka. En fyrst og fremst held ég að þetta sé bara spurning einhvers konar bara sátt við okkur sjálf það bara hvernig viljum við vera og hvernig samskipti viljum við eiga. En það er þetta erfitt einhvern veginn að ákveða það og gera það einhvern veginn bindandi. Við þurfum alltaf að vera með einhvern mekanisma til að bregðast við þegar út af bregður, og það hefur svolítið svona sýnt sig að við höfum ekki almennilega þann mekanisma, hvorki gagnvart þegar eitthvað gerist gagnvart hvert öðru eða út á við. Það er líka þannig ef við lendum í einhverju leiðilegu gagnvart, ef einhver annar kemur illa fram við okkur, þá er líka erfitt fyrir okkur að beita okkur, af því að það getur þá líka út á við virkað eins og við séum beita okkur gegn minni máttar. Þannig að þetta virkar á báða bóga, og ég held að við getum ekki einhvern veginn gengið frá þessu málaflokki án þess að finna út í bara hvernig dílum við svona mál. Þetta er gífurlega flókið, og svo við förum aðeins í okkar kjör líka, sem er til að misjafnt milli sveitarfélaga og bara aðstæðum og allt þetta. Við þekkjum það líka að álagið á okkur er að aukast, í rauninni hvort sem við erum í stóru eða litlu sveitarfélagi. Og það er alltaf þannig líka, það er aldrei vinsælt að tala fyrir því að það gæti þurft að setja meira fjármagn í aðstöðu eða aðstoðarfólk eða græjur eða laun eða hvað er fyrir kjörna fulltrúa. Það er aldrei gott moment til þess, sérstaklega ekki eins og núna þegar það er hart í ári hjá öllum. Þannig að ég veit ekki alveg hvernig við ætlum að komast fram úr þessu, en ég held að einhvers konar viðmið sem við getum vísað í er alltaf einhvers konar fyrsta skref. Takk. Þökkum Alexandru fyrir það. Fleiri sem vilja taka til máls? Fyrsta boð, annað boð, þriðja boð. Þá held ég að svo sé ekki, en ég ætla að ítreka orð formanns nefndarinnar sem fór yfir þessa niðurstöður hérna áðan að drög að skýrslunni eru til umsagnar, og ég hvet kjörna fulltrúa til þess að kynna sér þau og koma með athugasemdir og ábendingar. Nú en þá er komið að því sem við erum að megninu til stödd hér til þess að gera, það er að taka umræðuna hvert við sjáum störf sambandsins beinast á kjörtímabilinu sem nú er að hefjast, og við gerum það með þeim hætti að skipta okkur í umræðuhópa og flestir, ef ekki allir, hafa valið sér nú þegar hóp. Þetta fer þannig fram að hóparnir dreifa sér á 4 staði hér í húsinu. Umræðuhópur 1, hann verður í Nausti sem er hérna fyrir framan aðalsalinn. Umræðuhópur númer 2 verður í Lundi á efri hæð. Umræðuhópur númer 3 verður í Dynheimum sem er líka á efri hæð. Og umræðuhópur númer 4 verður í Svarta kassanum svokallaða sem er hérna á bak við sviðið, og þá er gengið inn til hliðar við aðalinnganginn hérna frammi á ganginum. Þannig að það er farið hérna út úr salnum og meðfram veggnum í Svarta kassan. Við munum síðan rúlla í gegnum dagskrána hér í dag eins og sést þarna á skjánum. Hópstjórar umræðuhópanna taka þá í raun við stjórn dagsins. Við komum ekki saman aftur hér í salnum í dag, en hittumst hér galvösk klukkan 9 í fyrramálið
Þannig að ég óska þess að við eigum öll gefandi og ánægilegt samtal í umræðuhópunum og myndum hér sterka stefnu og sýn fyrir störf sambandsins á kjörtímabilinu. Gjörið svo vel. Hóparnir taka til starfa.